Takk. Takk. Heyrist fínt. Takk. Já. Þetta skal ekki vera svona jólastóðgjörður. Já. Já.
Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda, amen. Við skulum biðja, almáttug og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgmæddum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika, nú vér erum hér saman komin til þess að kveðja Marino Jóhannsson. Vér biðjum í nafni sonar þíns, Jesú Krist. Amen. Sértu trúin lífið aðeins heila menn, sértu allar í sem lífið hennar skuld. Verður orðið fyrir einn og þetta verður eftir jól. En þó að auðvitað mikið fyrir skattu eiga við það mikið væga þú. Fyrir að tá sem þarna þig, aldrei væri ræða Guð. Nýttu skemmtun sólanna, sem þig fyrst væri það, í morgun ekki orðið dag.
Vissa tímar sköldu fyrir engin því, engin þráans myrkur blíður að þú sí. Ég skemmti fáið þessa stund, í fremur engin börnum. Lítið skemmtilegt sólarlag, sem þig finnst að væri það. Í morgun ekki orðið það. Lítið skemmtilegt sólarlag, sem þig finnst að væri það. Í morgun ekki orðið það. Ég les úr Davíðssálmum. Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleym eigin einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur Drottinn sýnt miskunn þeim óttast hann, því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér erum mold. Miskunn Drottins við þau óttast hann, varir frá eilíf til eilífðar. Amen.
Páll postuli segir í Rómverjabréfi sínu: enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef vér lifum, lifum vér drottni, og ef vér deyjum, deyjum vér drottni. Hvort sem vér þess vegna lifum eða deyjum, þá erum vér drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir hinum dánu og lifandi. Amen. Ágætu vinir, skulum rísa úr sætum og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesú segir þá við hana: bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. Jesús mælti: ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur.
svo sjaldan eftir þér. Þú einir var í brjósti mér, ég betur kunni þjóna þér. Líf eigið er, það eigið þér, það verður þú, það glóttur. Það verður þú, það glóttur. Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Amen. Náð sé með okkur öllum og friður, frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Því til eru menn sem eiga enn þann ill og þá hugans glóð, vegur á móti veldi kuldans og verk getur heila þjóð, sem kveðið getað bæ og bíli, blæ úr sólar átt, rjúfuð þoku sortans svo að sér í heiðið blátt. Þessar ljóðlínur Arnar Arnarssonar eiga vel við hann Marino Jóhannsson sem við kveðjum í dag. Hann var mikill dugnaðar forkur sem aldrei sló slöku við, hjálpsamur maður og greiðvikinn, frumkvöðull og framkvæmda maður. Hann var bóndinn sem erjaði landið í sveita síns andlitis. Hans sárt saknað þegar leiðir hafa stílið sinn, en umfram allt þakkað allt hið góða sem hann gerði. Fyrst og fremst var hann elskaður eiginmaður og faðir, afi og langafi. Og svo okkar trú að Guð hafi vakað yfir honum á lífsveginum, leitt hann á stutt og verið með honum í gleði og í raun. Marino átti að baki langan vinnudag og ófá handtökin og spor hér slóðir. Hann setti svip á sveitina, var alla tíð einn af föstu punktunum í mannlífinu hér og hafði oftar en ekki áhrif til góðs og til framfara. Og að loknum löngum vinnudegi gott að mega leggjast til hvíldar og sofna. Í friði leggst ég til hvíldar og sofna, því að þú drottinn lætir mig búa óhultan í náðum, segir í Davíðssálmum. Og Guð sá sem leiðir okkur heil heim, hann lætur sér annt okkur, hann hefur opinberað sig í Kristi Jesú og sigrað dauðans vald, og minnumst orða frelsarans, ég lifi og þér munuð lifa. Gunnlaugur Marino Jóhannsson var fæddur í Tunguseli þann 10. desember árið 1938. Hann var sonur hjónanna Jóhanns Lúthers Grímssonar frá Tunguseli og konu hans Ólafar Arngrímsdóttur frá Hvammi í Þistilfirði. Marino var næst yngstur 7 systkina, eldri en hann voru þau Kristbjörn, fæddur 1926, þá María, fædd 1928, þá Arngrímur, fæddur 1930, Guðrún, fædd 1932, Grímur Guðbjörn, fæddur 1934. Yngri en Marino var Hólmfríður Kristín, fædd 1944. Öll hafa þessi systkini nú lokið lífsgöngu sinni, blessuð sé minning þeirra. Marino eða Malli eins og hann var oft kallaður, ólst upp í Tunguseli, gömlu og traustu búi við störf og kjör síns tíma. Tungusel var frá fornu fari mikið rausnarheimili, þar sem jafnan var vel tekið á móti fólki og hvers kyns fyrirgreiðsla talin sjálfsögð. Og fólki þar jafnan létt í skapi og glaðvært að eðlisfari og jafnframt mjög hjálpsamt og raungott. Við þessar aðstæður ólst Marino upp og ekki vafi á að hann hafi tileinkað sér þessa góðu eðliskosti. Hann naut hefðbundinnar barnaskólagöngu á Hallgilsstöðum. Formleg skólaganga varð ekki lengri en Marino var mjög eðlisgreindur og vildi stöðugt afla sér fróðleiks og þekkingar og sótti fjölda námskeiða gegnum árin.
Og áreiðanlega var hann ekki hár í loftinu þegar hann byrjaði að hjálpa til við störfin á bænum og annast skepnurnar og kom fljótt í ljós að hann var röskleika drengur með krafta í kögglum, dugmikill til allra verka og natinn við skepnur. Honum féllu sveitastörfin vel og það kom því nánast af sjálfu sér að hann ókst upp til þess að verða góður bóndi. Tungusel syðsti bær í gamla Sauðaneshreppi og þar með næstinni víðáttu miklu Tunguselseiði. Og þar má finna einhver allra bestu sauðlönd okkar lands og þangað átti leið Marinós oft eftir að liggja, enda var hann þar gangnamaður í vel yfir 60 ár. Og í Tunguseli hefur lengi verið ræktað stórt fjárbú og mjög afurða gott. Og það fór því svo að búskapurinn í Tunguseli varð ævistarf Marinós. Fyrst var hann til aðstoðar foreldrum sínum ásamt Kristbirni eldri bróður sínum. Þeir bræður voru samrýndir og kom vel saman á allan hátt og það var síðan úr að þeir bræður tóku við búsforráðum og keyptu jörðina Tungusel árið 1970 og 4 árum síðar 1974 keyptu þeir bræður einnig Þorsteinsstaði sem samliggjandi eyðijörð við Tungusel. Og þannig byggðu þeir upp jörðina smátt og bættu húsakost til hagbóta fyrir búið. Reistu nýja hlöðu og nýtt fjárhús 1976 og 1978. Og Marinó var mikill dugnaðar og iðjumaður sem féll vægast sagt sjaldan vel úr hendi. Hann hugsaði ætíð vel sínar kindur, velferð honum var honum ætíð ofarlega í huga. Hann lærði í æsku gömul vinnubrögð og búskaparhætti eins og slá með orfi og ljá og ganga á engjar og síðar átti hann eftir að tileinka sér allar tækninýjungar þegar þær komu allt til búskaparhátta okkar tíma. Þannig að hann mundi sannarlega tímana tvenna í búskaparmálum. Marinó var rík sjálfsbjargar viðleitni í blóðborin, hann hafði sterka sjálfstæðisþörf, vildi ætíð standa sína plikt og ekki skulda neinum neitt. Hann var mikið náttúrubarn sem kunni vel að lesa í tilbrigði náttúrunnar og kunni trúlega hvergi betur við sig en í faðmi náttúrunnar, til dæmis upp í heiði þar sem hann verið svo kóngur í ríki sínu í göngum og ekki síður við Hafralónsánna þar sem hann átti margar góðar stundir. Og Marinó var innan við 18 ára aldri þegar árið 1956 þegar heiðargirningin var reist og stjórnaði Marinó þeirri vinnu. Og sem ungur maður vann hann síðar ýmis störf utan heimilis, til dæmis í kringum ratsjárstöð ameríska varnarliðsins á Heiðarfjalli, bæði við uppbyggingu hennar og niðurrif ef svo má taka til orða og einnig við akstur vörubíla og vegavinnu innan sveitar og einnig síðar við löndun úr togurum á þessu landshorni. Marinó keypti sinn fyrsta bíl árið 1962 og var þar að ræða glænýjan Land Rover sem var nefndur alltaf Glæsir. Og árið 1965 keypti hann nýjan Ferguson traktor sem alltaf var kallaður Risinn því að nágrönnunum fannst hann vera býsna stór. Og aðstæður á þessum tíma voru margar átt ólíkar því sem við þekkjum í dag. Brú yfir Kverkána kom ekki fyrr en árið 1974, þannig að þegar ána lagði á veturna það mátti sjá oft Marinó aka á Glæsi eftir Hafralónsánni þegar hún var frosin. En lífsveginn fetaði hann ekki einn. Eftirlifandi eiginkona hans Bjarney Súsanna Hermundsdóttir frá Kúðá. Hún kom upphaflega sem kaupamanneskja í Tungusel með nýfædda dóttur haustið 1967. Hún ætlaði að staldra við þar í það bil 1 mánuð en sú dvöl var og hefur orðin býsna mikið lengri eins og við vitum. Því að leikar fóru svo að þau Marinó og Bjarney Súsanna felldu hugi saman og hefur Binna verið í Tungusel í allar götur síðar. En hún fædd þann 7. desember árið 1948, dóttir þeirra Hermundar Kjartanssonar og Fjólu Þorsteinsdóttur. Þau, Marinó og Binna, vildu prófa hversu vel þeim gengi að búa saman og það gekk svona ljómandi vel að þau giftu sig ekki fyrr en eftir 40 ára sambúð rúmlega árið 2008. Og þau Marinó og Binna hafa verið einkar samhent á allan hátt og stigið saman lífsdansinn í gagnkvæmri ást og virðingu. Sonur þeirra Ævar Rafn, bóndi í Tunguseli, fæddur þann 27. mars árið 1971.
Eiginkona hans Margrét Eyrún Níelsdóttir frá Grundarfirði og eiga þau 3 börn. Elstur Marinó Níels, fæddur 1998. Sambýliskona hans Emma Louise Schröder og yngri eru tvíburarnir Guðbjörn Lúther Max og Rakel Ólöf Björk sem fædd eru 2012. En fyrir átti Bjarni Súsanna dótturina Jóhönnu Sigurfljóð Ingimundardóttur sem fædd þann 14. júlí árið 1967 og Marinó ól upp sem eigin dóttur. Jóhanna á 4 börn með Hallgrími Óðni Péturssyni en hann lést árið 2019 aðeins 50 að aldri. Guð blessi minningu hans. Elst barna þeirra Sonja Súsanna fædd 1988 og á hún dótturina Árnýju Lind með sambýlismanni sínum Eggert K.R. Brynleifssyni. Næst elstur Kristbjörn Lúther fæddur 1993 og á hann soninn Sigurjón Níels og næst yngstur Hallmar Logi fæddur 1997 og yngst Petra Dögg fædd árið 2009. Já, barnabörnin vöktu vissulega mikla gleði í hjarta hans Marinós þegar þau komu til sögunar. Hann var góður afi, enda mjög barngóður, kendi þeim ýmis spil eins og vist og rússa og gaf þeim gjarnan nammi og fannst barnabörnunum afi vera nammigrís og alltaf var Malli endalaust umhyggjusamur gagnvart þeim. En þau Marinó og Binna byggðu vel upp sitt góða bú sem lengi var eitt hið stærsta í fjórðungnum og hið stærsta á landinu og seinni árin hafa þau búið félagsbúi með syni sínum Ævari Rafni og fjölskyldu hans allt frá árinu 1996 þegar Ævar keypti af Kristbirni. Og enn stendur búskapur í blóma í Tunguseli þannig að framtíð jarðarinnar í góðum höndum. Marinó gegndi ýmsum félagsstörfum sína daga. Hann átti lengi sæti í hreppsnefnd Sauðaneshrepps og var formaður búnaðarfélags Langnesinga í nokkur ár og þá var hann síðasti hreppsstjóri gamla Sauðaneshrepps. En stærsta verk hans utan hefðbundins fjárbúskapar var án efa starf hans fyrir veiðifélag Hafralónsár en þar gegndi hann formennsku í 31 ár frá 1984 til 2015. Þess konar starf getur aldrei verið auðvelt eða laust við að vera umdeilt en hann sinnti því af stakri samviskusemi og kostgæfni hann Marinó. Hann var vakinn og sofinn fyrir því sem átti til heilla að horfa fyrir ána, beitti takmörkunar aðgerðum með áþurft að halda, stóð fyrir ýmiss konar uppbyggingu og betrumbótum á aðstöðu allri. Í ánni sinnti hann af lífi og sál, hún var honum sannkallað hjartans mál. Og árangurinn hefur ekki látið á sér standa, því að í dag þessi geysilega vinsæl meðal veiðimanna og alltaf fullbókað á sumrin. Og kom hann henni sannarlega á kortið. Marinó stóð fyrir byggingu 2 góðra veiðihúsa sem hafa stórbætt alla aðstöðu og árið 1991 hóf hann umsjón með töluverðri framkvæmd sem var sú að leggja vegslóða austanmegin inn að Arnarfelli í Tunguheiði. Þessi vegur eða vegslóði var hugsaður fyrir veiðimenn í Hafralónsá og líka gangnamenn í Tunguselsheiði og hefur vegurinn sannað gildi sitt mjög vel og eykur án efa mjög öryggi og hagræði fyrir þau sem heiðina fara. Já, Malli sparaði hvorki spor, tíma né krafta fyrir framgang árinnar og tók aldrei kaup fyrir vinnu í hennar þágu eða í áðurnefndri viðaðgerð. Og hann var ætíð duglegur að hafa samskipti við veiðimenn, spyrja hvernig gengi og hann leiðbeindi mönnum vænlega veiðistaði ef þeim gekk illa. Alltaf boðinn og búinn að hjálpa og alltaf voru einhver verkefni það þurfti að leggja minkagildurur og athuga hvort merkingar á hyljum væri í lagi og fleira og fleira. Stöðugar eftirlitsferðir og rúntar upp og niður með ánni. Og sjálfur hafði Malli mikið yndi af laxveiði en hætti henni frekar snemma þegar flugumenningin kom til sögunar. Og þá voru þau hjónin mjög virk á vettvangi samtaka veiðifélaga, sóttu þar ársfundi sem haldir voru víða land og kynntust þar fjölda fólks. Já, Marinó var dugmikill bóndi og rak lengi stórt bú og hann var frábær gágnamaður og sérstaklega var hann sterkur í vondum veðrum eins og stórhríð og þoku og feiknarlega ratviss í erfiðum aðstæðum og hjálpaði oft öðrum og vísaði veg og veiddi upp þau sem týnd voru.
og fyrir árum fór hann oft á gönguskíðum í eftirleitir. Þá var hann mjög laghentur maður, hann var góður smiður, sjálfbjarga í flestu sem gera þurfti innan heimilisins og húsins, þurfti sjaldan að kaupa vinnu ef eitthvað þurfti að laga. Og þá var hann prýðisgóður rúningsmaður og var fljótur að tileinka sér vélrúning og rúði lengi allt fé í Tunguseli. Og þá má geta þess að hann var mjög talnaglöggur og snjall bókhaldari og tók oft að sér að gera skattaskýrslur fyrir vini og nágranna og stálminnugur á það sem hann hafði sett í huga sinn. Já, hann var hjálpsamur maður og vandaður, mikil kjölfesta í sinni sveit, lét oft til sín taka, hafði skoðanir á ýmsum málum, en fyrst og fremst laxveiði, stjórnmálum og fjallskilum. Afar þetta þrennt, laxveiði, stjórnmál og fjallskilum, en lét sér margt annað í léttu rúmi liggja. Og þessum þremur viðfangsefnum hafa hann sterkar skoðanir sem hann tjáði og gat vissulega verið fastur fyrir. Og fannst alltaf betra að fá mokkan og sjá hvað þar var hægt að lesa og finna. Og síðustu árin hafði hann mikið yndi af því að fylgjast með fótboltanum í sjónvarpinu og tók það fram yfir flest annað ef fótbolti var sýndur eða handbolti. Þá var hann ágætur bridge-spilari og naut þess vel að spila það spil. En þrátt fyrir sinn mikla veiðiáhuga á stangveiði og veiða fisk, þá heillaði skotveiði hann ekki. Hann fór aðeins einu sinni á rjúpnaveiði svo vitað þá 69 ára að aldri, en hann kom fljótlega tilbaka með bara eina dauða tófu en ekki eina einustu rjúpu. Og Marino var svo lánsamur að vera vel heilsuhraustur og tók þátt í búskapnum vel fram yfir áttrætt, fór í húsin og var virkur á allan hátt. En það var í desember árið 2022 sem ástvinir hans tóku eftir að heilsu hans var nokkuð farið að hraka. Og hann var síðan fyrir því óhappið að detta á lærbrotna ári síðar eða í desember 2023. Og það hafði eins og gefur að skilja mikil og viðvarandi áhrif á heilsu hans og umfram allt hreyfigetu, þannig að hann fluttist inn á dvalarheimili Laust hér á Þórshöfn fyrir rúmu ári. En þar naut hann góðrar umönnunar og undi hag sínum vel eins og hægt var. Og nú í nóvember síðastliðinu veiktist hann illa af alræmdi flensu og lagður inn á sjúkrahús, náði bata, en svo kom aftur kippur sem því miður varð ekki við ráðið og kom þá fljótt í ljós að hinsti svefninn hneig að. En Marino lést á sjúkrahúsinu á Húsavík þann 2. janúar síðastliðinn, umvafinn ást og umhyggju síns fólks. Og á hverju stundu sem rödd af himnum segi, gott þú góði og trúi þjónn, gakkinn til fagnaðar herra þíns. Já, við þökkum Guði fyrir líf Marinos, allt það góða sem hann var og allt það góða og dýrmæta sem hann gerði og stóð fyrir. Og ástvinir Marinos vilja færa starfsfólki á dvalarheimilinu Nausti hugheilar þakkir fyrir góða umönnun hans sem og starfsfólki á sjúkrahúsinu á Húsavík. Og sem þakklæti fyrir auðsýnda samúð og hlýhug kirkjugestum boðið að þiggja kaffiveitingar hér í safnaðarheimilinu niðri strax að athöfn lokinni. Innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldunar eru frá starfsfólki á íbúum og dvalar- og hjúkrunarheimilinu Nausti og þau Herdís og Ingólfur, Embla Rós og Friðbjörg María biðja fyrir innilegar kveðjur sína til ykkar, kæru ástvinir, og votta ykkur samúð sína. Og þau Jóhanna, Alvaro og börn þeirra á Spáni biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur til allra ástvina, hugur þeirra með ykkur í dag. Og Heiðrún Árnadóttir vottar ástvinum Marinós innilega samúð sína sem og synir hennar, þeir Jóhann Torfi og Árni Grímssynir. Eggert Stefánsson og Hjördís í Laxárdal biðja fyrir hugheilar kveðjur sínar til ástvina með þökk fyrir öll góð kynni í gegnum tíðina. Og þau Bjarnveig og Skúli á Ytra Álandi biðja fyrir hugheilar samúðarkveðjur með þökk fyrir allt í gegnum tíðina.
Og fjölskyldan Presthólum í Núpasveit biður fyrir innilegar samúðarkveðjur til allra ástvina og þau Magni, Heiða, Kalli og fjölskyldur biðja fyrir innilegar samúðarkveðjur til allra aðstandenda. Og Jakobína Thomsen biður fyrir innilegar samúðarkveðjur og þakkar fyrir samfylgdina. Séra Jarþrúður Árnadóttir biður fyrir innilegar samúðarkveðjur og vottar ástvin samúð. Séra Magnús Gamaliel Gunnarsson biður einnig fyrir innilegar kveðjur til allra ástvina. Og Gylfi Sigurðsson á Húsavík biður fyrir samúðarkveðjur til andstandenda og Þórður og Líney á Þórshöfn senda kæra samúðarkveðjur til allra ástvina. Og Sóley Indriðadóttir á Þórshöfn biður fyrir innilegar kveðjur til allra aðstandenda og Hildur Sigurðardóttir biður fyrir innilegar samúðarkveðjur og einnig biðja fyrir hugheila samúðarkveðjur þau Unnur og Indriði Þóroddsson. Já, Guð blessi minningu Marinós Jóhannssonar, megi hann hvíla í friði og ljósins upprisna drottins lýsa honum. Guð blessi ykkur, ástvini hans alla. Amen. Einhver tímann hætti Guð og ólar þessum stund. Guð ástin örla heitir því og hjartans byrjun knýjar hann. Og inni þar, Guð ástin hverjum svör. Þá rétt að vilja þau still, þau frá, þau sjálfsagt aldrei flýja, þau eitthvað síður alltaf bíða því hvað ást og hvað sátt og hvernig gleymist allt sem var. Muna hvað sem hjartans fær, hamingja oftast nær. Og inni þá, Guð ástin hverja fyrir svör. Þá rétt að vilja og byrja. Þau still, þau frá, þau sjálfsagt aldrei flýja, þau eitthvað síður alltaf bíða. Og inni þar, Guð ástin hverja fyrir svör. Þá rétt að vilja og byrja. Þau still, þau frá, þau sjálfsagt aldrei flýja. Þau eitthvað síður alltaf bíða. Þau eitthvað síður alltaf bíða.
Biðjum, Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar þínum útvalda líð. Almáttugi Guð, vér þökkum þér sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir þá von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lít í náð til Marinós Jóhannssonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og í dauða. Varðveit oss í trúnni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Og heldur oss og bjargar þér, væri þú gjaldið til okkur, verða betri en ég. Heitt þú verða allir verða þér, eftir gatan daginn kemur ljóð. Ég varma farin samt ég verð á segja, að sumarið líður allt og fjör. Við gætum sungið og gengið, leitt okkur frá blóð. Bara og við stjórnum á, gengið saman höfði höfð. Hælast farið himnars höfð, fullist höfð, sæðan þekkja sorg. Horfið nú skrifað og sólið, í sáli minni hefur í æsku léttu ís og myrkru jóni, og leikir sig betra för. Heitt þú verða allir verða þér, eftir gatan daginn kemur ljóð. Ég harma það en samt ég verð að segja, að sumarið líður allt og fjör. Ég dái út og glugganum, hvort gátti þú fyrir. Ég alltaf sýnist ég sjá þig, ég rýni út fyrir það. Ég veit að sé þig ástæður, þá aftur þig.
En allar bænir vorar felum verið þeirri bæn sem drottin hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ágætu vinir, skulu nú rísa úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði, drottin minn gefi dánum ró, en hinum líknir lifa. Amen. Meðtakið drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesú Krist. Amen.
Hallelujah.